Þórir, hvað fór hérna fram? Við vorum hér að tala framtíðar uppbyggingu íþrótta og skólamannvirkja á Jaðarsbökkum. Það að hafa tekið ákvörðun að reisa fimmleikahús að Vesturgötu opnaði á þennan möguleika að við gætum farið í alvöru uppbyggingu þar sem öll núverandi mannvirkin eru tengd saman. Þarna mun rísa stórt íþróttahús, þar sem tvöfalt íþróttahús í raun og veru, 25 til 50 metra inni sundlaug sem mun henta vel til kennslu og þjálfunar og almennings íþrótta og gera það að verkum að aðstaðan upp á Jaðarsbökkum verður til fyrirmyndar, bæði fyrir íþróttir, almenning og síðast en ekki síst skólastarfið á Akranesi. Hversu langt þetta komið? Undirbúningun er í raun og veru komin á lokastig. Teikningar liggja orðið fyrir. Það er verið að klára þessa litlu dítela sem eru innan hús og í raun og veru er ekki því til fyrirstöðu að framkvæmdir eða framkvæmdaferillinn hefjist í lok þess árs eða byrjun næsta árs. Hvað kostar svona? Áætlaður kostnaður getur verið á bilinu 2,5 til 3 milljarðar þegar allt er komið. Og eru til einhverju peningar fyrir þessu? Það eru eyrnamerktir 600 milljónir í framkvæmdaráætlun Akraneskaupstaðar á næstu 3 árum, 2019 til 2021. Akraneskaupstaður stendur vel, en við verðum að muna það að þetta er ekki íþróttamannvirki ein og sér, heldur er íþróttahreyfingin, skólasamfélagið okkar og almenningur að nota þetta. Þannig að þau skiptir því niður, þá segi ég að klárlega eigum fjármuni til þess að fara í þessa framkvæmd og gera hana hratt og örugglega.